skulum aðeins víkja hér yfir á annan vettvang. Tískan frá þessu tímabili, eins og vorum að tala náttúrulega, eru margt eftirminnileg, sérstaklega skórnir, en skulum líta á stutt innslag sem við hverfum 22 ár aftur í tíma. Í kringum 1970 deildu menn harkalegum fegurð. Karnabær og Vikan stóðu að keppninni titilinn fulltrúi ungu kynslóðarinnar og ljósmyndafyrirsæta ársins 1971. Kvennahreyfingin að bæra á sér á þessum árum og lætur máli til sín taka, en eins og þessar myndir bera með sér fóru keppnirnar fram eins og til stóð og hafa gert það með vaxandi þunga allt fram á þennan dag og eru enn umdeildar. Og svo brann Glaumbær og svo brann eldur í Eyjum. En sjónvarpið var komið til sögunar og þar kom meðal annars fram þessi ágæta söngkona. Drengurinn minn, draumur míns hjarta, dýrlegust gjöf, móður ert þú. Eiga þú mun, ævina bjarta, óskin mín best til þín sú. Góða nótt, þú glóðkollur minn, glöð og sæl ég strík þína kinn. Góða barn, ég guði þig vel, góða nótt og dreymi þig vel. Reykinn ég af þessum snáða, uppvaxinn mun, fallegu sveit. Frumburður minn, fæddur til dáða, fremri þér verður ekki neitt. Góða nótt, ég sveila þig sæl, sofðu rótt sem ungundir væl. Okkur tveim gæfan svo góð, góða nótt, ég sýn þér mitt ljóð. Ætt ég til, eflaust ég væri, einmana sál, gleðilaus ég. Bakka ég þér, vinurinn kæri, væri hann í blund í höfðum mér. Góða nótt, því gleymi ég mér, gott mér finnst að sofna hjá þér. Þér mun gef okkur tveim, góða nótt, í draumanna heim. Aldrei hjá þér svefnsins ég sakna, sem fæ ég þína við hlið. Vittum hjá dreng, djúpt að vakna, ljómandi dagur tekur við. Góða nótt, þú glóðkollur minn, glöð og sæl ég strík þína kinn. Góða barn, ég guði þig vel, góða nótt, góða nótt, góða nótt og dreymi þig vel. Þú starfaði náttúrulega mest fyrir norðan, eða já, alveg Nánast einhvern. með póló Já, það hans. og fleiri góðum mönnum. Þessi tegund af tónlist, þessi tegund af lögum, er þetta það sem eru þínar ær og kýr, eða hvað finnst þér sjálfri þegar þú lítur tilbaka? Ég veit ekki hvort ég var að segja það. Þetta hef ég ekki sungið í 20 ár. Þannig að það er sennilega eitthvað annað sem ég myndi syngja frekar. Nú tóðar í. Hvað helst? Á hvað hlustar þú sjálf? Það er nú svona allt mögulegt. Mér finnst jazzinn mjög skemmtilegur. En
En það er kannski lítill markaður fyrir hann og sérstaklega fyrir norðan, þannig að maður hefur sér þá bara hægan. Er erfitt að halda sér gangandi á, hvað ég að segja, litlu markaðsvæði svo við tölum um? Ég hugsa það. Ég held að maður bara stanar held ég og allavega þá finnst mér þetta að vera svona svolítið erfitt. Kannski finnur maður ekkert eins mikið fyrir það, maður hefur haft nóg annað að starfa. En þessi lög þín lifa og hafa veitt fólki ómælda ánægju? Já, svo sannarlega. Það vona ég. Gaman að heyra þig rifja þetta hér upp 20 árum seinna.